En það mjög ánægjulegt að sjá hversu margir eru mættir. Það komið næst í 50 manns að hlusta. Og ég vil þakka sérstaklega atvinnuþróunarfélögum sem taka þátt í þessu með okkur og Háskólanum á Akureyri fyrir að auglýsa þessa kynningu fyrir okkur. Það hefur greinilega bara gengið mjög vel með fjöldan sem að mæta. En ég heiti sem sagt Lýður Skúli Erlendsson og sérfræðingur hjá Rannís. Og Rannís heldur utan ýmsa sjóði, svona hálfgerð regnhlíf yfir ýmsa opinbera sjóði. Og þeir sjóðir sem að ég vinn með tækniþróunarsjóður og síðan skattfrádráttur rannsókna- og þróunarverkefna. Þessi tvö prógrömm eru með þeim stærstu af opinberu stuðningi til fyrirtækja í nýsköpun. Og ég ætla að fjalla bæði þessi prógrömm. Ég ætla að byrja á tækniþróunarsjóði og við getum tekið síðan spurningar í kjölfarið á því og síðan tekið skattafrádráttinn og tökum spurningar síðan í kjölfarið á þeirri kynningu. Þannig að ég ætla að byrja á tækniþróunarsjóði. Ég ætla að deila hérna með ykkur glærum. Já, þetta vonandi sést. Tækniþróunarsjóður, hann búinn að vera til í nokkuð langa tíma, hann var stofnaður 2004 og megin hlutverk hans að styðja við rannsókn- og þróunarstarf sem miða að því að auka nýsköpun og í raun samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs. Og þessi sjóður opinn í raun og veru fyrir nýsköpunarverkefni úr öllum atvinnuvegum. Hann sem sagt ekki í raun og veru með áherslur milli atvinnugreina, eða það allavega mjög sjaldgæft, þannig að hann opinn fyrir öllum atvinnuflokkum. Og markmiðið að styðja náttúrulega við íslenskt atvinnulíf og hvetja til nýrra lausna. Það alltaf þörf á nýjum lausnum á mismunandi tímum hjá okkur og eins og sést til dæmis í COVID-inu. Það eru mjög fjölbreytt verkefni sem berast sjóðnum og hér hægt að sjá aðeins yfirlit yfir svona atvinnuflokka greiningu sem við erum með fyrir styrkt verkefni frá 2017. Og þetta getur verið matvælatækni, almenn verslun og þjónusta, við erum með ferðaþjónustu þarna inni, sjávarútveg eða hagnýtingu sjávar- og ferskvatns, landbúnað, heilbrigðistækni og heilbrigðisþjónustu. Og svo til dæmis nokkuð stór súla sem menning, hönnun og afþreying, mikið af því til dæmis tölvuleikir. Og svo í orkumálum og ýmsu öðru. Þannig að þetta mjög fjölbreytt verkefni sem að fá framgang hjá sjóðnum. Sjóðurinn nokkuð stór og hefur verið að stækka töluvert undanfarin ár. Á síðasta ári þá vorum við með 2,3 milljarða til ráðstöfunar á fjárlögum. En við það bættust 700 milljónir króna vegna aðgerða stjórnvalda í kjölfar COVID, þannig að við höfum 3 milljarða. Og það verið að spýta í núna fyrir þetta ár, þannig að sjóðurinn núna rétt tæplega 3,6 milljarðar að stærð sem hann hefur til úthlutunar á árinu. Þetta fer að vísu ekki allt saman til nýrra verkefna. Sjóðurinn að styrkja verkefni til allt að 3 ára. Þannig að hluti af styrkupphæðinni, eða hluti af þessum 3,6 milljörðum mun fara til framhaldsverkefna. Sjóðurinn styður við verkefni á mismunandi stað í nýsköpunarkeðjunni. Þetta hérna svona skematísk mynd af nýsköpunarkeðjunni, allt frá rannsóknarstigi yfir í verkefni sem eru í þróunarfasa, yfir í fyrirtæki sem eru til dæmis í vexti og eru ennþá í vöruþróun og áframhaldandi proof of concept og markaðssetningu. Og alveg yfir í fyrirtæki sem eru búin að ná fótfestu á markaði en eru áfram í vöruþróun. Þess að styrkinir okkar, þeir eru flestir beinast gagnvart litlum og meðalstórum fyrirtækjum og meðalstór fyrirtæki geta verið til dæmis allt upp í 250 manns. En styrkinir hólfa dálítið niður hvar á nýsköpunarkeðjunni stuðningurinn og þessar örvar, þær sýna, þessar grænu örvar, þær sýna
þá styrktarflokka sem við erum með og ég mun fara í gegnum þá hvern fyrir sig og eftir. En við erum með flokka sem ná alveg frá hagnýtum rannsóknarverkefnum yfir í að styrkja markaðssetningu á fullbúinni afurð sem kemur þá í kjölfar á þróunarvinnu. Og við erum með heimasíðu hjá sjóðnum, tts.is, þar sem hægt að nálgast allar helstu upplýsingarnar þessa styrktarflokka sem við erum með. Og ég hvet ykkur eindregið til þess að kíkja þar inn og máta verkefni sem þið gætu verið með í hvaða flokk þau gætu tilheyrt. Og ég ætla að fjalla þá aðeins hvern og einn fyrir sig. Einkaleyfisstyrkir, það er í raun og veru svona minnsti styrkurinn hjá okkur í raun og veru fjárhagslega allavega. Þessi styrkur var komið á vegna þess að íslenskir aðilar hafa ekki verið mjög duglegir að sækja einkaleyfi og verja þannig hugverki sitt, svona miðað við allavega löndin í kringum okkur. Og þessi stuðningur vonandi virkar sem gulrót til þess að aðilar sem telja sig vera með afurð sem getur verið einkaleyfishæf, að þeir sæki þá einkaleyfi til þess að geta varið sig síðar meir. Þessi styrkir í raun og veru opnir öllu. Þetta getur verið fyrirtæki, einstaklingar, háskólar og rannsóknarstofnanir, raun bara allir þeir sem að telja sig þurfa að verja hugverk sitt með einkaleyfi. Í boði eru styrkir til forgangsréttarumsóknar sem þá fyrsta skrefið og við styrkjum þar alltaf 300.000 krónur. Næsta skref þar og eftir, ef menn fara það langt í einkaleyfisferlinu, er alþjóðleg umsókn og það getum við styrkt 1,2 milljónir króna. Þannig að styrkurinn varðandi einkaleyfi er allt upp í 1,5 milljón. En það er að vísu hámark á þeim kostnaði sem við getum tekið þátt í af heildarkostnaðinum við að útbúa þessar umsóknir, en við borgum aldrei meira en 50% en þó með þessu þaki þarna á hámarksstyrk. Það er mjög einfalt að sækja þetta til okkar, það er einfalt umsóknareyðublað. Það er mjög mikilvægt að sækja til okkar fjárhagslegan stuðning áður en að menn leggja inn umsókn einkaleyfi til einhver einkaleyfistofu. Og við borgum síðan eftir á samkvæmt bara reikningum sem falla til vegna umsóknarinnar. Þannig að þeir sem telja sig vera með eitthvað í höndunum sem að væri þess virði að verja einkaleyfi, hugið vel að þessum styrk. Síðan erum við með hagnýt rannsóknarverkefni. Það er reyndar stutt í að þessi umsóknarfrestur í þessum flokki, hann er núna á 5. daginn, en ég ætla nú samt að kynna hann fyrir ykkur. Þessum flokki er beint sérstaklega verkefnum sem teljast rannsóknarverkefni og aðalumsækjandi þar þarf að vera háskóli, opinber rannsóknarstofnun eða opinbert fyrirtæki, eitthvað sem telst vera rannsóknaraðili. Meðumsækjendur geta hins vegar verið aðrir háskólar, rannsóknarstofnanir, fyrirtæki eða einstaklingar. Og þetta er hugsað pínulítið, þessi styrkur er hugsað pínulítið út frá tveimur forsendum. Það er annars vegar að rannsóknir innan háskóla og rannsóknarstofnana að þær endi ekki í raun og veru bara upp í hillu sem skýrslur, heldur séu dregnar áfram og jafnvel inn í fyrirtækjarekstur til að skapa einhverja afurð sem getur komist á markað. Jafnframt er þetta hugsað þannig að háskólar og fyrirtæki hafi þarna tækifæri til þess að fjármagna verkefni sín á milli. Þannig að akademían og fyrirtækin að það verði svona dálítið spillover af reynslu og þekkingu þannig á milli þessara tveggja aðila. Og við hvetjum fyrirtæki alveg sérstaklega til þess að huga að þessum styrk og vinna með háskólum með rannsóknarstofnunum ef að verkefni býður upp á það. Því þarna er hægt að sækja alltaf 45 milljónir til alltaf 3 ára, þessi 15 milljónir á ári. Þannig að þetta er alveg þokkalega veglegur styrkur til þess að sækja ef menn þurfa á rannsóknaraðila að halda. Síðan erum við með nokkra styrki sem við köllum fyrirtækjastyrki, en að vísu í tveimur af þeim að þá geta einstaklingar sótt líka, en þá er alltaf markmiðið að verkefnið endi inn í fyrirtæki.
Fyrstur þarna fyrirtækjastyrkurinn Fræ. Þetta styrkur upp á alltaf 2 milljónir króna sem hægt að vinna þá yfir svona cirka 12 mánaða tímabil eða styttra. Það eru einstaklingar og ung fyrirtæki sem geta sótt og með ung fyrirtæki þá átt við fyrirtæki sem með kennitölu sem undir 5 ára við lok eða þess að þegar umsóknir sendi inn. Það eru reyndar undantekningar á þessu sem að ef að fyrirtæki hefur verið sofandi í ákveðinn tíma að þá hægt að fá undanþágu á þessari 5 ára reglu. En skilyrðin það að finna í reglunum hjá okkur. En verkefnin í þessum flokki eiga að vera á hugmyndastigi eða svona eru við það að fara yfir á framkvæmdastig. Þannig að þau eru mjög snemma í ferlinu. Það mjög auðvelt að í raun og veru að sækja þennan styrk. Það ekki, umsóknin sjálf ekki mjög umfangsmikil. Þetta tiltölulega einfalt skráningareyðublað og svo má skila inn 5 mínútna vídeói eða 10 síðna glærukynningu. Og við í raun og veru erum að breyta þessum flokki núna dálítið frá því sem að hefur verið. Hann hefur verið einu svona ári og þá yfirleitt 1. apríl. En hann mun verða opinn alltaf, þannig að það verður alltaf hægt að senda inn umsóknir og við gerum ráð fyrir að opna fyrir hann núna öðru hvoru megin við næstu helgi. Og við munum taka saman umsóknir minnsta kosti 2-3 ára á hverju ári til þess að fara yfir og úthluta. Það verður alltaf hægt að senda inn umsókn til okkar í þessum flokki. Önnur breyting sem að við erum að gera sem ekki búið að kynna í raun og veru ennþá að við erum með sérstakan undirflokk þarna sem heitir þróunarfræ. Þannig ef það eru fyrirtæki sem eru að vinna með þróunarlöndum, samkvæmt lista sem OECD með, að þá verða þau metin sérstaklega í þessum flokki. Þannig að nýsköpunarverkefni sem að tengjast þróunarsamvinnu við þróunarlönd verða gjaldgeng sérstaklega í þessum flokki. En það verður kynnt sérstaklega þegar opnað verður fyrir styrkina. Næsti flokkur þar á eftir sproti. Aftur það sami markhópur, það eru einstaklingar eða ung fyrirtæki. En þarna eru verkefnin öllu jafna komin af hugmyndastigi og framkvæmd við þróunarverkefnið í raun og veru hafin af nokkuð þunga. Aftur þessi 5 ára regla varðandi fyrirtækin, en þarna hægt að sækja alltaf 10 milljónir króna á ári til alltaf 2 ára. Það ekki krafist mótframlags, en ef verkefnin eru dýrari heldur en þessar 10 milljónir á hvoru ári, þá þarf náttúrulega rökstyðja hvernig á að dekka þann kostnað, en við gerum ekki kröfu mótframlag, þannig að verkefnin geta verið 20 milljónir. Við leyfum ákveðinn kostnað við markaðsinnviði svokallaða, sem má vera 10% af heildarkostnaði verkefnisins, eins og hann skilgreindur í umsókninni. Það mjög mikilvægt að fyrirtæki og frumkvöðlar hugi að því að það þarf að undirbúa vinnuna við það að setja vörun á markað, jafnvel þó hún sé ennþá í töluvert miklum þróunarfasa. Þannig að við leyfum að hluta til að fyrirtæki byggi upp ákveðna innviði markaðslega til þess að undirbúa sig undir slíkt. En það mjög mikilvægt að þegar við að skrifa umsókn að fara ekki yfir þessi 10% mörk. Þannig að ef þið eru að skrifa umsóknir í vafa hvað helst vera markaðsinnviðir, hafið þá samband við okkur og við getum leiðbeint ykkur í leiti. Næsti flokkur þar af ofan að þar eru töluvert meiri peningar í boði. Stuðningur þar getur verið alltaf 25 milljónir króna á ári til alltaf 2 ára, þannig að þetta eru 50 milljónir samanlagt. Hér hins vegar krafist mótframlags, þannig að það þarf að vera eitthvað fjárhagslegt bolmagn á móti styrknum. Það breytilegt hversu mikið mótframlag þarf að vera, það fer eftir stærð fyrirtækjanna og tegund verkefnis og hvort það sé samstarf og ýmsar slíka breytur. En þetta yfirleitt á bilinu 40-60% sem að styrkþegi myndi þurfa að koma með á móti styrknum.
Hann fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og þarna eru verkefni almennt svona talin eiga að vera komin af frumstigi. Og að það sé kannski dálítið erfitt að skilgreina alltaf hvað telst vera frumstig og ýmis grásvæði þar í kring. Og ef þið eru með verkefni þar sem þið eruð ekki viss í hvaða flokk þið ættuð heima, hvort það væri sprot eða fræ, sprot eða vöxtur, þá ykkur alltaf frjálst að hafa samband við okkur og við getum leiðbeint ykkur hvar líklegasta verkefnið eigi heima. Og aftur þarna þá leyfður kostnaður vegna markaðsinnviða og þarna getur orðið alltaf 20% af heildarkostnaði verkefnisins. Innan vaxtar þá erum við með sérstakan svona, getum kallað það öndvegisstyrk sem heitir sprettur. Þar getur upphæðin hækkað 10 milljónir á hvoru ári fyrir sig, þannig að stuðningur verður 35 milljónir á hvoru ári, eða 70 milljónir samtals. Þarna gerð ríkari krafa samt fjárhagslegt bolmagn til að framkvæma verkefnið. Í raun og veru gerð krafa að það sé til nýtt hlutafé inn í fyrirtækinu, krónu á móti krónu gagnvart styrknum. Þannig að það þurfi í raun og veru að vera fleiri heldur en bara Tækniþróunarsjóður sem hefur trú á verkefninu til þess að það geti fengið þennan öndvegisstyrk. Og stjórn sjóðsins horfir sérstaklega til þess að þarna séum að ræða framúrskarandi verkefni sem þá tiltölulega nálægt markaði. En það eru svo sem ekki margir sem hafa fengið þennan styrk, þetta eru svona yfirleitt engin upp í kannski 2-3 verkefni á hverju ári sem hafa fengið þennan stuðning. Og aftur leyfður markaðskostnaður þarna inni upp á alltaf 25%. En þeir sem sækja sprett, þeir sækja í raun og veru vöxt, aðalega vöxt, en geta merkt við að vera teknir inn í sprettin og þurfa þá að senda með einhvers slags staðfestingu á að hlutafé verði til staðar eða sé nú þegar til staðar. Og þá mun stjórnin skoða það. Síðan erum við með markaðsstyrki sem þá öllu jafna hægt að fá samhliða þróun á afurð eða jafnvel eftir að henni lokið. Og þetta fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem geta sýnt fram á minnsta kosti lágmarki að 10% af rekstrargjöldum fari í rannsóknir og þróun á síðasta reikningsári. Stuðningurinn getur verið alltaf 10 milljónir og þá til 1 árs og það gerð krafa að minnsta kosti 50% mótframlag frá styrkþega af heildarkostnaði við verkefnið. Og það ákaflega mikilvægt að hafa það í huga ef sótt markaðsstyrk að það má eingöngu sækja vegna kostnaðar sem tengist markaðsinnviðum fyrirtækisins. Það geta þá verið ferðir á söluráðstefnur, það getur verið aðkeypt þjónusta frá markaðsaðilum, kaupa markaðsefni, að útbúa markaðsefni og ýmislegt í þeim dúr. Það ekki leyfilegt að setja inn einhverja verkþætti sem tengjast þróuninni á afurðinni sjálfri. Þeim umsóknum í raun og veru bara hafnað. Þetta voru svona helstu styrktarflokkarnir hjá okkur og í raun geta verkefni komið inn á svo sem í hvaða styrktarflokk sem það þarf ekkert að byrja í fræinu og halda síðan áfram. Mörg verkefni koma jafnvel bara beint inn í markaðsstyrkina eftir að þróun lokið. Og það til dæmis ekkert í til fyrirstöðu verkefni sem eru til dæmis með vöxt, geta ekki sótt markaðsstyrk til dæmis samhliða þeim styrk. Og það ekkert óalgengt heldur að það sé hægt að sækja styrk oftar en einu sinni. Mörg fyrirtæki hafa til dæmis sum fyrirtæki hafa fengið vöxt oftar en einu sinni og fyrirtæki hafa fengið markaðsstyrk oftar en einu sinni. Ég man til einum aðila sem hefur fengið allavega 5 markaðsstyrki hjá okkur. Þannig að það hægt að sækja oftar en einu sinni og fá styrk úr hverju flokki fyrir sig. Þetta eru þeir styrkir sem í boði og það opið fyrir þá flesta, ég fer yfir umsóknarfrestina nú eftir, en það opið fyrir alla fyrirtækisstyrkina nema fræ, en það opnar eftir nokkra daga. Umsóknir til okkar, það sótt í gegnum umsóknarkerfið okkar og þið komist inn í það til dæmis frá heimasíðun okkar, tths.is.
Það mikilvægt að huga því að það tekur tíma að skrifa góða umsókn og það mjög mikilvægt að vanda öll textaskrif, vegna þess að það er mjög mikil samkeppni. Ég minni á síðasta ári hafi 12% fengið stuðning af þeim umsóknum sem voru send inn til okkar. Þannig að það er hörku samkeppni. Umsóknirnar þar mega vera hvort heldur sem á ensku eða íslensku eða ensku og við mælum ekki með því að við séum að blanda þessu mikið saman, heldur haldið ykkur við annað tungumál. Við viljum helst ekki að fólk gerir mörg mistök og verði vísað frá strax í upphafi vegna þess að ef þið fallið snemma í ferlinu á einhverju að þá fáið þið í raun og veru ekki svona feedback frá fagráðinu eða þeim sem meta umsóknina. Og algeng mistök eru að umsækjendur átti sig ekki á umfangi umsóknarinnar. Þannig að ég mæli alveg eindregið með því að þið skoðið öll umsóknargögn sem þarf að skila inn. Þá áttið ykkur á því hvaða upplýsingar þið þurfið að hafa á reiðum höndum. Eins og sumir eru til dæmis að starta rafrænni umsókn hjá okkur á lokadegi og einfaldlega ná ekki að klára. Þannig að byrjið snemma, skoðið hvað þið þurfið að skila. Og það er nú svo með flesta að það er alltaf verið að gera hlutina á síðustu stundu og það eru margir sem flaska á því. Við erum að fá inn svona cirka 80% af öllum umsóknum á síðustu klukkutímunum fyrir umsóknarfrest. Þannig ég mæli eindregið með því að þið byrjið snemma og reynið að vera tilbúin með umsóknina ekki á síðustu klukkutímunum. Það leiðir oft til mistaka í umsóknum. Við erum með form sem eru svona nokkuð stór og það er beðið töluvert mikið upplýsingum og það er ýmislegt sem getur farið úrskeiðis en við erum með lista yfir það sem við köllum formkröfur. Það er svona þessar lágmarkskröfur sem við gerum til umsókna til þess að það fari til fagráðs. Þetta er lista tvisvar sinnum í umsóknareyðublaðinu hjá okkur og í reglunum og passið bara mjög vel upp á að fara yfir þessar formkröfur áður en þið skilið inn umsókn. Þannig að það er mjög leiðilegt að lenda í því að umsóknin sem þið búin að eyða miklum tíma í komist ekki einu sinni til fagráðsins, til yfirlesturs. Þannig að skoðið þið vel þessar lágmarkskröfur sem verið að gera til umsóknar. Og svo náttúrulega bara þetta að kynna sér vel reglur sjóðsins og matsblaðið. Þannig að matsblaðið er á heimasíðunni okkar og þetta er í raun og veru það blað sem að fagráðið eða matsmennirnir eru með fyrir fram að sig þegar þeir eru að meta umsóknina. Þannig að þar koma fram svona allir þessi helstu liðir sem skipta máli í umsókninni. Og ég get kannski tekið þá þætti hérna. Þetta eru svona þessi helstu þættir sem að horft er til í umsóknum. Það er nýnæmi og það er þá nýnæmi á markaði og í raun og veru líka þörfin á markaði og hvað er nýtt eða þá hvað er nýtt í einhverjum ferlum eða tækni sem er verið að þróa í verkefnum. Síðan er horft til áhrifa og það er þá verðmætasköpun til framtíðar. Sjóðurinn einblínir mikið á það að þetta muni skapa veltu til lengri tíma í fyrirtækjum sem skila sér þá í þjóðhagslegum ávinningi eða þá að þetta skapi það sem kallast innlend verðmæti og með því er átt við að notendur afurðarinnar geti haft einhverja hagræðinga sparnað að því að nota afurðina eða þá auknar tekjur sjálfir. Og síðan er horft til verktíma og kostnaðaráætlunar, hvort að það sé raunhæft og hvort að samstarf sé til staðar og hjálpi til í verkefninu, að það hafi gildi fyrir verkefnið. Hérna eru nokkrar svona tilvísanir til aðila sem hafa fengið styrk hjá okkur, sem er svona gott að skoða aðeins.
eins og hjá Lauf, sem hafa verið að þróa hjólagafla og hjól, að þeir segja að ef þú telur þig vera með góða nýsköpunarhugmynd, þá skaltu hjóla í hana. Það er alltaf hægt að fá sér hefðbundna 8 til 16 vinnu seinna. Controlant, sem er félag sem hefur fengið styrki hjá okkur undanfarin ár, að þeir hvetja þá sem eru með góða viðskiptahugmynd allavega að sækja styrk til Tækniþróunarsjóðs. Peningarnir náttúrulega skipta máli líka, en líka það bara að fara í gegnum umsóknarferlið, að það nýtist umsækjendum hvort sem styrkur fæst eða ekki. Og við allavega lítum svo á og höfum heyrt það frá mörgum, að bara það að fara í gegnum umsóknarferlið hjálpar mikið til við að móta verkefni og hugmyndirnar. Þannig að jafnvel þó menn sé ekki að skila endilega inn umsókn, að þá getur verið mjög gott að fara í gegnum eyðublaðið og nýta það aðeins til þess að aðstoða sig við að þróa einhverja hugmynd sem ekki væri með í kollinum. Og Kerecis, að þeir eru raun og veru að segja að umsóknareyðublaðin okkar, þau eru yfirgripsmikil og virka flókin, en að það er ekki ein einasta spurning í umsóknargögnum sem fjárfesta myndi ekki spyrja síðar meir. Og þetta hangir þá saman þarna með kontrollant ummælunum, að það að fara í gegnum umsóknargögnum okkar, að þau geta hjálpað mjög til fyrir þá aðila sem eru að huga að nýsköpunarverkefni. Hérna eru bara nokkuð dæmi fyrirtæki sem hafa fengið styrk hjá sjóðunum, og öll þessi fyrirtæki fengu styrk í raun og veru mjög snemma eftir stofnun þeirra og hafa síðan vaxið hægt og sígandi og með meðal annars stuðning frá Tækniþróunarsjóði og svo fjárfestum og slíku. Og þetta eru til dæmis öll fyrirtæki sem eru að velta hundruðum eða jafnvel milljörðum króna á ársgrundvelli. Og það var gert áhrifamat á sjóðnum fyrir 2 árum síðan, og þar kom í ljós að stuðningur sjóðsins í raun og veru mjög mikilvægur þegar kemur að þessum fyrstu skrefum á fyrirtækjum. Umsóknarfrestir hjá okkur, hagnýtt rannsóknarverkefni, það núna bara á 5. sem það rennur út. Fræið, það verður opnað núna í febrúar, bara eftir nokkra daga, og verður alltaf opið. Fyrirtækjastyrkinir Sproti, Vöxtur og Markastyrkir, þeir eru 2 á ári. Þeir verða núna næst 15. mars og svo aftur 15. september. Og þegar sótt til okkar og það fer fyrir fagráð og það kemur eitthvað mat frá fagráðinu, að þá fá umsækjendur þetta mat í hendurnar. Og jafnvel ef þið fáið nei eftir að þið sendið inn umsókn, þá er ekkert endilega ástæða til þess að gefast upp strax. Heldur nýtið ykkur þetta matsblað frá fagráðinu. Það er oft ágætis ábendingar það sem betur má fara í verkefnum. Og hugið að því þá að sækja jafnvel aftur. Það líða þarna 6 mánuðir á milli og þetta tekur okkur yfirleitt 3 mánuði að fara yfir þetta, þannig að það er oft stutt í næstu umsóknarfrest þegar matsblaðið eða niðurstaða kemur úr úthlutun. Svo erum við með einkaleyfisstyrki og það er alltaf opið fyrir einkaleyfisstyrkina sendið. Og hikið síðan ekki við að hafa samband við okkur starfsmenn sjóðsins. Við erum alltaf reiðubúin til að veita ráðgjöf til ykkar, þannig að hikið ekki við það. Þetta var þá kynningin Tækniþróunarsjóð og ykkur er frjálst að senda inn spurningar á tjattinu. Ég ætla að sjá hvað er komið hérna inn þar. Sjá. Já, hér er spurt hvort að verða glærurnar sendar út. Já, ég skal senda glærurnar á atvinnuþróunarfélögin upp í háskóla, þannig að þið getið sendt á ykkar póstlista áfram. Varðandi einkaleyfisstyrkina, að þá er spurt upphæðina, hvort að það sé per fyrirtæki eða per umsókn. Upphæðin fyrir einkaleyfisstyrkina, það er á hverja umsókn fyrir sig.
Já, hvað teljast vera markaðsinnviðir? Við erum með lista í reglunum okkar yfir hvað það getur verið. Það ýmislegt sem þar getur komið til. Það eru ferðir til dæmis á söluráðstefnur, ferðir til þess að hitta aðila sem að aðstoða við markaðsmál, jafnvel að ráða aðgifta þjónustu í markaðsmálin, til þess að sinna markaðsráðgjöf. Þetta getur verið að útbúa markaðsefni, þannig að hægt sé að undirbúa það að auglýsa vöruna. Við leyfum ekki samt kostnað, eða beinan kostnað við auglýsingar. Það á skjön í raun og veru við það sem að Evrópureglur kveða á um. En það í lagi að búa til markaðsefni í raun og veru. Þetta getur líka verið tilraunaframleiðsla á afurð sem að notuð til að gefa áfram en ekki selja, sem þá gefin í kynningarskyni. Þannig að það ýmislegt sem getur fallið þarna undir og ég mæli eindregið með því að þið skoðið í reglunum okkar hvað teljast markaðsinnviðir. Svo kemur hérna ef umsókn skrifuð á ensku, hvort það sé notað sama sniðmát fyrir íslensku umsókna. Já, það sama sniðmát, við erum ekki með enskt sniðmát í raun og veru, en það í góðu lagi að skila inn umsókn á ensku. Næsta spurning, leyfilegt að sækja í 2 sjóðum, það styrktarflokkum fyrir sama verkefnið, sprota og vöxt til dæmis. Það ekkert í raun og veru sem bannar það og það alveg ýmsir sem gera það. En þá má búast við því að ef að það fæst góð einkunn í báðum flokkum, ef við sækjum í báða flokka, að þá það náttúrulega lagt dálítið í hendur stjórnar hvort hún veiti þá til dæmis í þessu tilfelli sprota eða þá vöxt. En það ekkert sem útilokar að sækjum í báða flokka. Síðan hérna varðandi sprettinn. Til þess að sækjum hann samhliða vöxt þarf að vera vilyrði fyrir fjárfesta eða ferlið búið. Nei, það þarf í raun og veru ekki að vera búið að ganga frá fjárfestingunni eða auknu hlutafé, en það þarf að liggja fyrir einhver staðfesting að það verði ef að styrkurinn fæst. Þess að oft á tíðum nýtt hlutafé háð því að það fáist sprettur. Þannig að það þarf ekki að vera búið að ganga frá því, en það þarf að vera búið að undirbúa jarðveginn fyrir það. Og það getur þá til dæmis framkvæmdastjóri eða stjórnarformaður fyrirtækisins, hann gæti þá sent inn slíka staðfestingu að það muni verða til staðar ef að styrkurinn fæst. Svo hérna önnur spurning var hægt að sækja markaðsstyrk samhliða vexti. Já, það í raun og veru ekkert sem að hindrar það. En það svona algengast að fyrirtæki sem hafa sótt vöxt og fengið að þau sæki kannski markaðsstyrk ári síðar og eru með markaðsstyrk þá kannski ofan á seinna árið í vextinum hjá sér. Hver metur umsóknina sameiginleg fagráð óháð tegund af styrk sem sótt Við erum með fagráð sem samanstendur af fólki bæði úr akademíska umhverfinu og úr atvinnurekstri og þetta yfirleitt fólk sem hefur töluvert mikla reynslu og þekkingu. Við skiptum þeim upp eftir styrktarflokkum en ef að til dæmis umsóknir frá sama aðila berast í fleiri en 2 flokka, að þá það oft lesið á milli þessara hópa líka. Við erum með svona bilinu 50 til 60 manns í fagráði sem að fara yfir þessar umsóknir. Svo hérna hvað varðar rannsóknarstyrk, umsóknarfrestur á 15 næstkomandi, þessi styrkur bara í boði einu sinni á ári. Já, eins og staðan núna að þá eru hagnýtt rannsóknarverkefni eingöngu í boði einu sinni á ári. Og ég sé ekki fram á að það breytist allan fram á næsta ár, þannig að ég vona því að hann verði í boði aftur 25. febrúar næsta ári. En það ekkert til dæmis sem að
segir að háskólar og rannsóknastofnanir og slíkt geta ekki tekið þátt í verkefnum undir hatti fyrirtækjastyrkja. En þeir geta þá verið meðumsækjendur í slíkum verkefnum ef að það einhver flötur á því. Fá allir matsblað frá fagráðinu ef styrk hafnað. Já, það fá í raun og veru allir matsblað frá fagráðinu nema þeir sem hafa fallið á formkröfu, sem eru þá þessar lágmarkskröfur sem við gerum til umsókna. Og sem dæmi svona lágmarkskröfur að ef að það vantar til dæmis verkefnislýsinguna sem skylduskjal sem þarf að fylgja með umsókninni. Ef einhverjir textareitir eru tómir og ekki hægt að meta umsóknina út frá því, þannig að það eru svona ýmsir þættir, þannig að skoðið endilega mjög vel þessar formkröfur, þannig að þið lendið ekki í því að detta út og fá ekki matsblað tilbaka. Sótt fyrir fyrirtæki eða geta einstaklingar með hugmynd sótt Í tveimur af þessum flokkum, allan að fyrirtækjastyrkjunum, þá fræið og sproti, að þar má einstaklingur sækja. Það þarf ekki að vera fyrirtæki, en í vexti og markaðsstyrk þá þarf þetta að vera fyrirtæki. Ef að einstaklingur sækir og fær styrk í fræið eða sprota, þá gerum við yfirleitt kröfu að viðkomandi aðili stofni fyrirtæki áður en gengið til samninga verkefnið. Einhverjir sem í fagráðum líka starfsmenn Tækniþróunarsjóðs Rannís? Nei, við metum ekki umsóknir. Við höldum eingöngu utan fagráðsstarfið sjálft. Mér sýnist þetta hafa verið listinn yfir spurningar sem hafa dottið inn, vona ég hafi ekki misst af einhverju hérna. Þannig að þá var ég að spá í að fara yfir í skattfrádrátt. Skattfrádrátt rannsóknar og þróunarverkefna. Þetta áætlun sem hefur verið til í nokkur ár og Rannís hefur umsýslu með. Þetta verkefni til fyrirtækja, eingöngu. Þetta ekki einstaklingar og þetta ekki háskólar eða rannsóknastofnanir sem eiga aðganga þessar áætlun. Ólíkt Tækniþróunarsjóði sem samkeppnissjóður, að þá þetta ekki samkeppni. Þetta eru í raun og veru réttindi fyrirtækja. Og markmiðið að efla rannsóknir og þróunarstarf og bæta samkeppnisskilyrði nýsköpunarfyrirtækja með því að veita skattafrádrátt vegna kostnaðar við nýsköpunarverkefni sem eru unnin innan fyrirtækis. En fyrirtækin þurfa að vera eigendur rannsóknar og þróunarverkefna og dótturfélög aðila geta í sumum tilfellum allavega talist eigendur slíkra verkefna. Fyrirtæki sem eigendur rannsóknar og þróunarverkefnum geta hljóta staðfestingu Rannís á því að sé að ræða rannsóknar og þróunarverkefni, eiga rétt á þá frádrætti frá álögðum tekjuskatti og þetta prógram sem þessar tölur sem hérna fyrir neðan að þær gilda til næstu 2 ára og fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki þá hægt að fá alltaf 35% af útlögðum kostnaði við rannsókn og þróun endurgreidda. Þannig að fyrir hverja milljón sem fyrirtæki leggur í rannsókn og þróun hægt að fá 350.000 krónur tilbaka. Í tilfelli stórra fyrirtækja sem eru þá stærri en 250, sem eru með fleiri en 250 starfsmenn, að þá endurgreiðsluhlutfallið 25%. Þannig að það eftir töluvert mikla slægjast í þessu og markmiðið þarna náttúrulega hvetja til þess að fyrirtæki leggi í rannsóknar og þróunarverkefni og fá þá þessa umbun á móti. Hámarkskostnaður til útreikninga á frádrættinum
er alltaf 1,1 milljarður á hvert fyrirtæki. Þannig að eins og stór fyrirtæki að þau geta reiknað ansi háa upphæð til frádráttar. Hluti af því má vera síðan aðgift rannsókn- og þróunarvinna eða 200 milljónir. Verkefnin þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að fá þessa staðfestingu að þetta séu rannsókn- og þróunarverkefni sem heyra undir lögin. Þetta þarf að vera eitthvað sem þarf að tengjast virðisaukandi vöru eða þjónustu og viðskiptaáætlunin þarf að vera vel skilgreind. Það lágmark á þeim kostnaði sem þarf að leggja í verkefnin til þess að þau séu gjaldgeng, en það þarf að leggja að minnsta kosti 1 milljón króna í verkefnið yfir 12 mánaða tímabil. Og það þarf að vera til staðar bolmagn, þar segir starfsmenn sem hafa þjálfun, menntun og reynslu á því sviði sem að tengist þessari vöruþróun eða rannsókn eða þróun. Ferlið þannig að fyrirtækin þau sækja staðfestingu á rannsókn- og þróunarverkefnum til okkar hjá Rannís. Hér farið yfir þessar umsóknir og þær eru metnar þá í raun og veru bara út frá þeim lögum sem gilda þetta. Ef að verkefni fær staðfestingu hjá okkur að sé að ræða rannsókn- og þróunarverkefni, að þá það sent til ríkisskattstjóra sú ákvörðun og þegar fyrirtæki skila inn skattskýrslunni sinni, að þá skila þau inn sérstöku eyðublaði með skattskýrslunni. þar sem að tilgreindur þessi kostnaður sem tengist verkefnum sem að sótt var Og það ekki þannig að þetta sé afsláttur bara fyrir aðila sem eru með tekjur af veltu. Þetta getur verið afsláttur af tekjuskatti, en þetta getur líka verið bara bein endurgreiðsla til fyrirtækisins, sem sagt í formi þá bara millifærslu inn á reikning fyrirtækisins frá ríkinu. Það mikilvægt að hafa það í huga að ef að fyrirtækið með fleira heldur en eitt verkefni í gangi sem það vill að heyri undir þessa áætlun, að þá þarf að sækja fyrir hvert verkefni fyrir sig. Þetta bara samkvæmt lögunum, þannig að ef að þið eru hjá fyrirtæki sem með rannsóknar þróunarverkefni, hugið vel að því hvernig við myndum skipta þeim upp og hafið jafnvel samband við okkur á Rannís hvernig væri best að gera það. Umsóknarfresturinn, hann einu svona ári fyrir nýjar umsóknir, það fyrir ný verkefni, og það 1. október. Við munum opna fyrir umsóknir sennilega í apríl eða maí fyrir nýjar umsóknir. Umsóknir sem verkefni sem hafa fengið síðan staðfestingu hjá okkur og fara áfram yfir næstu áramót, að þau geta sótt framhald á staðfestingunni 1. apríl. Það verður reyndar sennilega 7. eða 7. apríl á þessu ári og út af páskunum. Þeir sem sækja framhaldi að þeir þurfa ekki að fylla inn eins mikið í umsóknarformið eins og ef var að ræða nýja umsókn. Og þetta prógram farið að verða ansi stórt og mikilvægt fyrir fyrirtækin í landinu. Þetta svona þróunin á þeim fjármunum sem fara í þessa áætlun. Og ef við horfum á appelsínugulu súluna þarna, að þá sýnir greiðslurnar sem hafa farið til fyrirtækjanna. Og núna síðast að þá var greitt út rúmlega 5 milljarðar til verkefnanna. En það stefnir í að það verði í ár yfir 10 milljarðar sem að fara til fyrirtækin í landinu sem með rannsóknar og þróunarverkefni. Þannig að þetta farið að skipta töluvert miklu máli fyrir fyrirtækin og full ástæða til þess að þið hugið að því að skoða þessa áætlun ef að þið eru með fyrirtæki eða vinni hjá fyrirtæki sem með rannsóknar og þróunarverkefni. Þetta var þá skattafrádrátturinn. Við sjá hvort það séu komnar einhverjar spurningar. Þessi skattfrádráttur á væntanlega við verkefni sem hafa kannski ekki fengið úthlutun úr sjóðum Rannís eða hvað.
hvernig færu þau verkefni þá að fá staðfestingu? Sko, þetta í raun og veru opið verkefni sem jafnvel hafa fengið stuðning til dæmis úr Tækniþróunarsjóði. Og það í raun og veru alveg fjölmörg þeirra sem sækja skattafrádráttinn líka. En það ákveðið þak á hversu mikill opinber stuðningur getur verið við verkefni og það má finna töflu í reglunum fyrir skattafrádráttinn hversu hár sá stuðningur má vera. Í sumum tilfellum kannski borgar sig ekki endilega að sækja að því að menn eru komnir upp fyrir þakið í opinbera stuðningi ef menn eru með til dæmis styrk úr Tækniþróunarsjóði. En það að gera skoða hvort að ef þið eru með styrk frá einhverjum öðrum opinberum sjóði eins og Tækniþróunarsjóði, hvort að þið séu samt sem áður ekki, hvort það sé ekki sniðugt fyrir ykkur að sækja líka skattafrádráttinn, af því að þið getið alveg hugsanlega fengið eitthvað út úr honum líka þó þið séu með annan opinberan stuðning. Sjá, ef maður hefur fengið styrk til dæmis sprota upp á 20 milljónir til að fara rannsóknir og þróun, þó hægt að fá 35% endurgreiðslu á því. Eða verður það að vera ótengt styrkveitingu frá hendi ríkisins. Í raun og veru aftur þá bara í svarið sem ég gaf áðan að þá ákveðin tafla yfir það hvað opinber stuðningur má vera mikill. Ef að farið yfir þakið að þá sem sagt byrjar upphæðin sem að menn geta fengið endurgreitt frá RSK að skerðast. Þannig að endilega skoða ef þið eru með styrk en hugsanlega komist að þá skoðið þið vel hvort þið gætuð átt heima líka í skattafrádrættinu. Verður kynningin aðgengileg á netinu? Já, við getum sett hana á Facebook síðu sjóðsins líka og við munum senda hana á atvinnuþróunarfélögin. Sjá. Ef maður sækir endurgreiðslu fyrir rannsókn og þróun, getur maður sótt það fyrir eitthvað sem hefur átt sér stað. Sko, nei, í raun og veru getur maður það ekki. Sko, allan ef ég tala út frá til dæmis Tækniþróunarsjóði, að þá má ekki reikna til kostnað nema frá og með umsóknardegi. Þannig að það ekki hægt að sækja kostnað sem hefur fallið til áður. Og varðandi endurgreiðsluna eða skattfrádráttargreiðsluna að þá þarf kostnaðurinn að tilheyra því rekstrarári sem sótt fyrir. Þannig að sem dæmi ef að sótt ef þið ætla að sækja núna 1. október fyrir skattafrádrættinn að þá það vegna kostnaðar sem fellur til á þessu ári, frá því núna í byrjun árs og þangað til áætlað fram í lok þess árs. Sjá, þetta er spurningin í viðbót. Já, hvað með verkefni sem hafa ekki fengið styrk úr Tækniþróunarsjóði geta þau samt fengið skattaafslátt. Til dæmis verkefni sem hafa verið styrkt úr uppbyggingarsjóði landshlutasamtakanna en ekki aðra opinbera styrki. Já, í raun og veru. Sko, þessi prógram eru í sjálfu sér ekki tengd tannilega. Ekki nema bara það að horft hversu mikill opinber stuðningur má vera í verkefnunum. En verkefni sem hafa ekki fengið úr Tækniþróunarsjóði að þau eru vissulega gjaldgengi í skattafrádráttinn. Og í raun og veru meiri hluti þeirra verkefna sem að sótt í skattafrádrættinum ekki með stuðning frá Tækniþróunarsjóði og hafa jafnvel aldrei einu sinni sótt stuðning úr Tækniþróunarsjóði. Þannig að þetta í raun og veru aðskilin prógram að þessu leyti. Þetta eru fleiri spurningar. Annars sýnist mér listin á spurningunum vera tæmdur. En ef þið eru með frekari spurningar, hafið þá endilega samband við okkur. Og líka ef þið viljið ræða aðeins verkefnin ykkar, þá endilega hafið þið samband og bókið þið tíma hjá okkur. Við getum tekið korters 20 mínútna fundi með þeim aðilum sem hafa áhuga að máta sig inn í Tækniþróunarsjóð eða hafa spurningar skattafrádráttinn, þannig að endilega hafið þið samband við okkur. Starfsmenn sjóðsins eru listaðir á síðu Rannís og líka náttúrulega á TTH
s.is, þannig að ekki hika við að hafa samband. Heyrðu, en annars þá sýnist mér ekki að hafa dottið inn fleiri spurningar, ef þú maður sjá. Þessi glærukynning sem óskað er eftir fyrir fræ, það þá verið að meina að þetta geti verið eins og pitch deck. Í raun og veru. Við gerum í sjálfu sér ekki kröfum það hvað sett er í glærukynninguna. Einungis það að menn útskýra náttúrulega vel það sem þeir ætla að gera og svona hver framtíðarsýnin er, en vissulega getur þetta verið á þeim nótum. Heyrðu, en annars þá bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma á kynninguna. Það er greinilega mjög vel sótt. Þannig að bara takk fyrir. Takk.